Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn. Við verðum á menningarlegu nótónum í dag og í sófann til mín eru komnir fulltrúar frá barnamenningarhátíð sem var sett hérna á þriðjudaginn. Það eru þau Kristín Sóley og Almar Alfreðs. Velkomin. Takk fyrir. Þú ert frá menningarfélaginu og þú ert frá Akureyrarstofu og þú tiklaði svona verkefnastjóri hátíðarinnar. Jú. Hvernig fer þetta af stað? Þetta fer bara rosa vel af stað. Já. Byrja á þriðjudaginn. Flottri byrja á söngvaflóði. Já, söngvaflóð, það þýðir? Það er á vegum tónlistarskólans sem er náttúrulega á þriðju hæð upp í Hofi. Já. Og þau eru búin að vinna allan veturinn með leikskólabörnum og æfa söngva og svona. Fara út í leikskólana, ekki? Já. Syngja með þeim. Já, þannig að má segja kannski að söngvaflóð sé nokkuð svona uppskeruhátíðin þeirra. Þannig að þarna eru þau að koma í Hof, bjóða foreldrum og bara öllum bæjarbúum af þessu tilefni að koma og hlusta. Já. Og það voru nokkur tár sem að fjallu. Þetta var svo krúttlegt og skemmtilegt. Veistu hvað þetta eru margir krakkar sem að birtast þarna á sviðinu? Já, sko þetta voru í rauninni tvisvar yfir morguninn. Já, því þau eru svo mörg. Já, þannig að þetta eru alveg 300 krakkar, sko. Já. Og fylltist salurinn í bæði skipti? Já, hann fylltist þarna niðri. Já. Þannig að það voru þá tæplega 300, sko. Sem gátu komist úr vinnu til að sjá krúttin sín syngja. En falleg. Já. Og líka þá náttúrulega aðrir. Þetta heillaði þá líka aðra utanfrá. Sáu einhverja túrista þarna? Nei, reyndar ekki. Er það ekki slysast þarna inn? Nei. Þetta var morguninn og svo var rosa hátíðleg athöfn. Já, sem var svona formleg setning klukkan 4 í Hamragili. Já. Það var smá ræða og dansatriði og smátriður af að gissa, sem af að gissa. Og síðan kom hann að herra hnetusmjör í lokin og tryllti lífið. Og fóru það allir að dansa bara, eða? Já, og gaman að sjá líka, að því það voru náttúrulega krakkar og það voru mjög ungi krakkar, bara á leikskólaaldri. Og þau voru stiltu sér framalega, voru alveg til í að vera nálægt sviðinu og svona voru að dilla sig með og svona. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Og svo er bara sleitulaus dagskrá frá þriðjudegi og alveg fram á sunnudag. Já. Og þetta er annað skipti sem þessi hátíð er haldin. Ef þú segir mér aðeins, Kristín, hvernig svona tildrög þessara hátíðar? Já, þetta var þannig að við hittumst í fyrra nokkrar menningarstofnanir. Það var semst Barnabókasetur Íslands og inn í því er það Háskólinn á Akureyri, Amtsbókasafnið, Nonnahús og Minjasafn. Hittu okkur hjá menningarfélaginu og við tókum tal saman og ákveðum að þetta væri eitthvað sem okkur langaði til að gera. Að bjóða í rauninni vettvang fyrir börn og ungmenni til þess að sína sköpun og gera eitthvað með þeim, gera eitthvað fyrir þau. Og þannig að allir gætu notið. Við tölum svo auðvitað við fleiri, fengum Akureyrarstofu með okkur og við fengum listasafnið og svo bara opnuðum við þetta fyrir bara fólk sem hefur áhuga á barnamenningu. Og við gerum gott betur en það því að við ákveðum að þetta væri eitthvað sem við myndum gjarna vilja hafa svolítið svona veglegt og vonandi þá eitthvað til þess að sem að væri komið til að vera. Og þessi hópur, sem er svona svolítið fjölbreyttur, við ákveðum að halda opinn fund, buðum þangað sem sagt þeim flokkum sem að voru í náttúrulega framboði í fyrra. Þannig að þetta var fyrir sko bæjarstjórnarkosningar. Og það var bara mjög góður fundur og hann sem sagt varð til þess að barnamenningin í sjálfu sér rataði svolítið inn í stefnuskrá flokkana. Þannig að þar sáum við barnamenningarhátíð á Akureyri. Mjög gaman. Og við erum náttúrulega ótrúlega kátt með það. Og þeir hafa staðið við sín loforð. Það er náttúrulega alveg magna líka. Því að þetta segja svo margt í kosningabaráttu og gleyma þessu. Algjörlega og þetta er eitthvað sem lengi hefur verið talað í barnabænum Akureyri. Þannig að þetta er frábært og okkur hefur sem sagt tekist það að fá þetta í gegn og svo eins og þetta að bæjarfulltrúarnir ákveða að setja aur í pott og gefa þá fólki tækifæri til þess að sækja í þennan pott, ég ætla að kalla þetta pott. Já, það er mjög gott. Og þar er hægt að sækja eða var hægt fyrir þessa hátíð
að sækja til þess að verkefni geti orðið að veruleika. Ef einhver með einhverja hugmynd og hefur kannski ekki alveg fjármagn til að framkvæma hana, þá getur hann fengið þarna kannski smá stuðning. Já, og þessi pottur var líka svo opinn. Það var mjög víður, skulum við segja. Ekki þröngt skilgreint. Nei, og það var ekkert lok í rauninni á, af því að það gátu allir sótt Það er náttúrulega bara börnin sjálf, sem náttúrulega er frábært, aðilar út í bæ sem að vinna með börnum, menningarstofnanirnar, fyrirtæki, skólarnir, þannig að þetta er mjög opið. En ekkert þak, þá meinar þú samt ekki endalausar upphæðir því að 50.000 var hámarkið, eða ekki? Eða hvað? Nei, 300.000 var hámark. 300.000 hámark? Frá svona 20.000 upp í 300.000. Oft þarf ekkert rosa mikið til að gera eitthvað mjög flott. Eins og með, þú veist, eins og skólarnir sem að oft þurfa bara kannski efniskostnað og þá er hægt að halda rosalega flotta myndlistasýningu eða ég veit ekki, þú veist, bara að láta einhvern veginn hugan reika og fá hugmyndirnar út og framkvæma. Hvetjandi fyrir einmitt alla þá sem að sinna þessu. Var eitthvað sem kom ykkur á óvart í þessum umsóknum, eitthvað sem áttu ekki kannski von á að myndi sækja og gera eitthvað? Já, hvað kom svona mest á óvart í því, heldur þú? Það er alltaf komið alls konar verkefni. Já. Ég var eitthvað að skrolla yfir dagskrána og mér fannst útvarp Akureyri, það var óvænt fyrir mér. Að útvarpsstöð geti sinnt þessu. Já, það var mjög skemmtilegt, já. Og ganga ágætlega held ég. Og jú, það, og síðan alltaf hæfileikakeppni Akureyrar sem fór fram. Já, hún var í gær. Hún var í gær. Já. Og það var náttúrulega samstarf í rauninni félagsmiðstöðina. Og við þá í grunnskólunum og svo við menningafélagið. Og þar voru 18 einstaklingar eða hópar með í keppni. 18 atriði, skulum við segja. Já. Og mikið stuð og mikið stemming. Já, og þetta bara lofar ótrúlega góðu. Skemmtilegt bara að vita, af því að nú erum við búin að líka sá fullt af fræjum. Í fyrra vorum við með örfáviðburði en samt þannig að okkur fannst við geta kallað þetta barnamenningarhátíð. Við erum búin að sá fræjum, erum að uppskera og vonandi verða bara svakalega flott blóm, þetta verður bara skrúðgarður hjá okkur á næsta ári og árin, þú veist, í áframhaldinu. Næsta verkefni svolítið að ná út í skólana meira einhvern veginn? Jú, það er svona, öfluga starf sem þar eru að reyna að tengja það inn í þessa hátíð? Jú. Næstu skrifum bara leið að þessi hátíð er búin, þá förum við bara að vinna næsta ári. Og líka förum yfir það kannski sem að gerðist núna og hvað við getum gert betur. Læra af þessu. Við erum að læra bara með þessu. Ég meina, við erum með 44 viðburði. Já, það er dálítið slatti. Og dreifist bara vel yfir sem frá þriðjudegi fram að sunnudag. Þátturinn fyrir lofti núna á föstudag og morgun og þá er laugardagur og sunnudagur eftir, eitthvað svona sem við getum nefnt og vakið athygli á sem að fólk ætti ekki láta framhjá sér fara. Já. Flesti viðburðin eru kannski á laugardeginum. Já. Þannig að svo stærsti dagurinn er laugardagur. Já. Og við gerum það fyrir að vera mjög flott veður. Já, er það ekki bara endalega sól í pottunum? Já. Og það er einhver snjóskúlptúragerð í Hlíðarfjalli. Já. Það er spennandi. Listhópurinn Rösk ætlar að vera með snjóskúlptúragerð þar. Já, það eru þær sem eru með það. Já, þær eru búin að setja smá ís í fristikistuna og eiga þarna. Og allir geta tekið þátt í því, eitthvað? Já. Allt ókeypis. Og svo er eitthvað að vera í listagilinu eða hvað? Jú, það er gildagur líka. Þannig að það verður hellingur að vera þar. Það er listasmiðja á sunnudeginu með listasmiðja í safninu með Magnúsi Helgasyni. Já, sem með svo ævintýraleg verk. Já, akkurat. Og svo barnvæn, eða svona, ég fór með krakkarna mín og maður langaði einhvern veginn að pota í allt og prófa allt og sumt mátti maður nú prófa en annað ekki. Já. Svo á laugardeginum eru náttúrulega unglingaleikhús. Já. Ekki bara 1, heldur 2 í rauninni. Leiklistaskóli Leikfélags Akureyrar er með sýningu sína, Agnarögn, í samkomuhúsinu. Er það ekki hryllingsýning? Jú, og þannig að hún er í rauninni ekki fyrir viðkvæma. Nei, og bannað hennan 10. Já. Og það eru allir velkomnir þarna, þannig að fyrstu kemur, fyrstu fær. Já, það kostar ekkert, maður er bara snöggurinn á sér í miða. Já, og þetta eru ungi krakkar sem eru bara að læra, eru á námskeiði. Þetta er unglingadeildin þegar Já, búin að vera að í allan vetur, þannig að þau eru náttúrulega með svona uppskeruhátíð hjá sér. Spennandi. Og svo í tengslu við barnamenningarhátíðina mitt á laugardeginum verður svo fyrsta skiptið í Hofi. Gestasýning frá Hafnarfirði. Já. Þau ætla einmitt að kíkja í þáttinn á eftir. Akkurat. Og það er í tengslum en það kostar inn og maður getur náð sér í miða á mak.is. Já, einmitt. Já. Svo klárast þetta á sunnudaginn. Já. Munið hvað það var í gangi? Það er mjög spennandi. Til dæmis myndasögugerð með Lóu Hlín. Já, á Amtinu. Á Amtinu. Nei, á Minjasafninu. Akkurat. Það er spennandi. Það verða 2 smiður. Já.
mismunandi aldurshópar, þannig að það verður mjög skemmtilegt að kíkja þangað. Svo náttúrulega Afi Gissi í samkomuhúsinu. Já. Gallsteinar Afa Gissa, það náttúrulega fjölskyldu söngleikur. Lausir miðar. Já. Og var ekki líka eitthvað svona listsköpunarhópur hjá Jonnu? Var hún ekki að taka á móti einhverjum hópum sem þýtt að skrá sig samt í? Fólk ætti að kynna sér dagskrána inn á barnamenning.is og skoða hvað sem þarf að skrá sig og hvað það vill einhvern veginn ná einmitt og bara missa ekki af. Þetta er svo mikið að gera bara kíkja þangað inn. Það eru slóðir á Facebook-síður og Facebook-síður viðburðana og annað, allar nánar upplýsingar og mjög vel tekið fram hvar þarf að skrá sig og hvar ekki. Og setja bara skipuleggja sig. Bara ég ætla að vera hérna. Þetta er bara eins og menningarnótt í Reykjavík og náttúrulega barnamenningarhátíð í Reykjavík sem er hvað? Orðin eitthvað nokkur ára gömul. Já, ég meina þetta eru nokkru tugir sem hún er búin að fylla, sko. Já, við erum að byrja. Já, og þetta er líka bara eins og bæði eins og Akureyrarvöku og á listasöfni. Þú þarft að bara vera með þetta hreinu hvar þú vilt vera. Og erum við ekki svolítið þannig líka bara í lífinu? Jú, maður þarf svolítið að vera skipuleg. Takk kærlega fyrir komuna og segja eitthvað frá barnamenningarhátíð sem við bara vonum að halda áfram að vaxa og spíra. Já, kannski við ættum að biðja fólk að taka svona vikuna í kringum sumardaginn 1. á næsta ári, frá. Bara taka hana strax frá, þá verður barnamenningarhátíð aftur. Og áður en að ég kveði ykkur, ég ætla að kveði ykkur að þakka ykkur fyrir, en Rakel, hún skrapp niður í bæ, stoppaði fólk á förnum vegi og spurði æskuminningar í tengslu við barnamenningarhátíð. Skulum kíkja á það. Takk fyrir komuna. Takk. Ég kom með Hlyn hérna til mín. Hann ætlar að segja mér einhverja skemmtilega sögu úr æskunni. Já, við félagarnir vorum að útbúa okkur svona klifur og sigbúnað. Vorum að leika með bjökum upp á 3. hæð og við vorum að láta okkur síga niður svalirnar alltaf. Nema eitt skipti þegar pabbi var að horfa á mig þá glimti vinur minn að halda í á móti bandinu, þannig að það endaði með því að ég stökk niður á 3. hæð. Og liður þetta af? Já, mér sýnist það og bara var fínt, þannig að hvetjum krakkana til þess að prófa bara allt eitthvað nýtt. Ég er hérna með Ragnheiði Gunnbjörns og hún ætlar að segja mér sögu frá því hún var ung í sveit. Þegar ég átti heima í sveit í Saurbæjarhreppi Eyjafirði núna og var í Sólgarðsskóla. Það var lítill skóli með ekkert voðalega mörgum krökkum og við fórum alltaf út að leika okkur í hverjum frímínútum. Og ég man á veturnar þá vorum við með gamlan bekk sem við rendum okkur niður brekkurnar og við vorum kannski 5-10 manns á bekknum og svo stundum klestum við á og þá meiddist á fremsti sig svolítið en stundum oftast gekk það vel. Og svo man ég eitt sem að væri örugglega hættulegt núna, við rendum okkur á ánni og fórum bara og rendum okkur fótskrið yfir ána því hún var alltaf frosin. Hún það auðvitað ekki núna. Það er enginn slasað sig alvarlega? Nei, einu sinni klesti á og viðbeinsbrotnaði en það var ekkert voða alvarlegt. Nei, við slösum okkur aldrei neitt alvarlega og það fór aldrei neitt illa. En við gerðum mjög margt svona öðruvísi heldur en að gert núna. Takk kærlega fyrir þetta. Ég er hérna með Ingveldi og hún ætlar að segja okkur hvernig það er að alast upp í Eyjum. Það er bara æði, náttúrulega náttúrulega bara allt í kring. Maður fór að spranga og svo náttúrulega lundapissurnar á haustin og það er rosalega gaman að elda lundapissurnar fyrir túristana og spranga líka, maður var mikið að spranga fyrir túrista. Er ekkert hættulegt að spranga? Jú, ég var ekkert neitt rosalega góð í því, sko. En þessi meiðsli, þetta er ekki sprangmeiðsli? Ekki sprangmeiðsli, nei, þessi betur fyrr. Takk kærlega fyrir þetta. Fyrir. Ég er hérna með hann Harald Inga og hann ætlar að segja mér sögu. Já, mér dettur í huga að rifja upp sögu af barnamenningunni okkar á Syðrubrekkunni, þar sem ég ólst upp fyrir sjónvarp og þar sem að göturnar ómuða barnaleikjum á kvöldin, alveg framundir og síðan svona eitthvað staðar sko svona kannski, svo byrjuðu mömmurnar að kalla. Það er gaman að segja frá því sko að við öll út í leikjunum og í minningunni er alltaf sólskin og logn og svo byrjaði að heyrast kalla sko. Það var langverst fyrir þá sem við að byrja fyrst að kalla á. Og ég kallaði Hattu sko og bróðir minn Jakob og svo byrjaði að kalla Jakob og glumdum allt hverfið sko og þá við að litið svona já, þú mátt að fara heim. Og þetta var svona ákveðin samkeppni hver fengi að vera út til lengst. En með þessa barnamenningu þarna að þetta var allt skipulagt á okkur sjálfum.
allir leikirnir, þarna var fótboltafélag sem hét Svanurinn og stóru strákarnir skipulögðu krakkana alveg niður í C og D-lið til þess að keppa og haft háðar stóra keppnir milli hverfa og annars líks og svo óx ég nú grassi og var einn af stóru strákunum í götunni og þá hafði menningin aðeins breyst og þá var knattspyrnulið í hverju götu. Þannig að í Ásabyggðinni var eitt, í Goðabyggðinni var eitt, í Austurbyggðinni var annað og þarna svona var þetta. Og voru með svona skipulaðar keppnir og verðlaun og allt? Við vorum með búninga og þarna móðir eins, þarna stráksins, hún átti svona prjónavél og hún prjónaði okkur sokka sem var alveg, það þótti alveg sérstaklega punt. Og það var svona teygja til að spara sokkin sjálfan, svona teygja undir hælinn. Við vorum æðislega fínir. Sjálfsög í gulum og bláum búningi, káfabúningi og þarna. En þetta var gríðarlega skemmtilegt í minningunni þessi tími og líka það sem kannski áhugavert í þessu var það að þetta allt skipulagt af krökkunum sjálfum. Þannig að í barnamenningu dagsins í dag þá ættu þeir sem að skipuleggja og sitja á fundum og rosalega möppur og myndvarpar og plön og stúluritt og allt svona dótar í Þetta er svolítið að hugsa það að láta börnin sjá þetta líka því að börnin eru svo gjörsamlega fær það og þau vita í raun og veru svo vel líka hvað þau vilja. Já, þau fá kannski bara ennþá meira skapandi hugmyndir. Já, já. Það er alveg rétt. Algjörlega. Þakka að kella fyrir þetta var mjög skemmtilegt. Bless, bless. Bless. Þökkum hún fyrir þetta var mjög áhugavert og góð orð að þeir sem skipuleggja í dag ættu kannski aðeins að leyfa börnunum að ráða meira.